Hey folks, velkomin í flæðiskýrið, við erum svolítið seint á ferðinni í dag en það allt í lagi, enginn að deyja og stressi hérna. Þetta eru Rökkvi og Jói hérna með flæðiskýrið og til okkar mættur Greipur Hjaltason, grínisti. Halló. Og Bjarni Gautur var hérna 2 þættir í röð og hann komin aftur. Hann smyglaði sér far með Greipi, hann greinilega bara ætlar að vera hérna alla daga. Já. Nú var ekki einu sinni boðið. Nei. Og Greipur ekki eins og að segja hæ og þú byrjar bara já. Ég náðu að tróða því inn að náðan. Já. Aftur. En velkomin Greipur. Takk fyrir. Vertu til friðsbjarni meðan við tölum að þessu Greip. Ég geri það. Já. Þannig að þú ert grínisti og þú ert sonur Hjalta Úrsusar afbrunamanns. Og nú veit ég hvernig Þórhalli líður. En ég minna, hann á náttúrulega bara skýta ómerkilegan pappa sem öllum samum sko. En þú getur allavega sagt sko með 100% sjálfstrausti við hann, pappi minn sterkar en pappi þín. Sko með þetta það var spurður daginn að því að Hjalti Úrsus pappi minn, þá var ég spurður sko, þetta ekkert mál fyrir Jón Pál eða segir þú kannski eitthvað annað? Og ég sagði sko, jú, ég segi nú stundum ég ætla að láta þetta alveg Magnús vera. Já. Jómar ekki alveg en þú varst aldrei með áhuga á þessu kraftadóti eða? Nei, ég sko þetta heillar mig ekki að því þetta eins og kannski hefðbundnar aflraunir, þetta ólympíska lyftingar að hvað hann kallast, bekkur og toga upp ykkur, lóð upp yfir haus. Já. Ég sé alltaf fyrir mig stórslys. Ég sé alltaf bara einhverja konu eða kall að koma og rífa þetta upp og svona fara að brjóta á sér úr axlarlið eða lenda undir þessu eða barn koma að hlaupa þetta og fór lóðin á sig svona ég er gaman að fara að fótbolta bara, það finnst það fínt. Já, þú hugsar þetta svona skrefinu kannski aðeins of langt til þess að vilja vera í þessu. Já. Af því að þetta skref vissulega stundum til staðar það sem einhver brýtur eitthvað. Já, en ég hef samt gaman að öllu sem fólk getur orðið betri, þannig að ef ykkur vill lifta og reyna að vera sterkari og þetta gott fyrir líkama og sál og svona, þá ég styði þetta alveg, skilur. Já. En þú þarft eiginlega svolítið sérstaka tegund af geðsýki til þess að vilja vera í þessu. Það svolítið satt, þú þarft eiginlega svolítið óttaleysi, sko. Já. Af því að þú veist, maður sér vídeo það sem einhver brýtur á sér lærleikin og hann hrekkur í sundur af því að hann var að labba með einhvern ískáp eða, þú veist, hann lyfta einhverju og þú veist, þegar slysinn gerast í þessu, þá þau ljót. Já, ég trúi því alveg, sko, það drullar á sig ykkur eða eitthvað svona. Já, það kemur oft fyrir einhver kúkar á sig á áreyslu þegar hann að lyfta og svona. En það náttúrulega kannski bara svona. Og svo tölum nú ekki fjandans Hálanda leikanum að pappi var alltaf með það þegar maður var lítill. Já. Og þá alltaf svona fengir ykkur kraftakallar og þeir alltaf þá svona þeir að henda kannski staur. Já. Svona einhverjum, ég veit ekki hvað, 4-5 metra staur eitthvað, 2 metra staur, 3 metra staur. Já, trjátrumbi bara. Já, og reyna að henda honum í svona clockwise ring sko. Já. Og svo eru börn að leika út allt og ég sé bara fyrir mér að barni. Já, einhver krakki hleypur inn og bara, ó nei. Þeir að hendi einhverjum sleggjum einhverja metra. Það var einhvern tímann á einum Hálfandaleikam, þá var Magnús Virnasti búinn að henda sleggju í einhvern bíl. Þeir trúðu ekki að vera ekkert að henda svona langt og svo bara fór hann aðeins lengra og þá þurfti að færa bílana næsta því að Já, það var nú eitthvað í minningunni minni var ég held hann hefði heiti Sæmundur sem var einhver svona Hálanda kraftakall. Já. Ég held að hann hafi einhvern tímann þykkt út á götu líka og hann lenti á milli tveggja bíla raða á rauðu ljósi. Sýllíkur. Já, en pabbi minn búinn að vera að dunda sér í þessi mörg ár og ég var yfirleitt verið með honum við sískinunum í hjálpunum sko, það er ekki ennþá, hann alltaf svona frekar kærulegs með þetta allt saman, þetta reddast allt saman og þetta reddast alltaf. Já, hann ennþá á lífi. Já. Það ekki allir kraftakallar það samt sem að voru á hans tíma en Nei. Hann tórir. En það samt svona eiginlega önnur geðveiki og svona óttaleysi sem þú þarft að hafa til að fara út í grín sem að þú fórst út í. Þannig að þetta kannski ekki alveg svona sami handlegurinn, þetta önnur tegund af hvað maður að segja. Þetta samt alltaf svipað, þetta tengist allt ef þú ætlar að fara út í eitthvað svona sem þú ætlar að gera bara sjálfur rauninni, þú fer ekkert að lyfta eða í uppistand og ferð á eitthvað skóla eða eitthvað, þú ert bara svona, ég ætla að gera þetta. Já, þú ferð ekki bara að fara svolítið blindandi þarna inn og bara sjá hvað gerist og það var trúnaði sem þú gerir og þetta svipað þannig séð. Já, og þú náttúrulega líka eins og þú fer í fótbolta þá það miklu örgar og þú byrjar í HK eða einhverju IR eða einhverju bara í pollahóp og svo ferð þú veist upp en þetta eins og þú segir meira að þú þarft svolítið sjálfur að ákveða bara þetta minn lífstíl og það enginn til að endilega hjálpa mér. Já, það þannig. Og það sem ég að segja að sé svolítið geðveiki á í báðum greinum þó hún sé ólík að
þú getur kannski brotað á lærleikinn skilurðu með að bera ískáp í aflraunum, en það líka alveg rosalega ókveikjandi að fara upp á svið og eiga að vera fyndin fyrir 100 manns og ef enginn hlæra þér, það kannski bara, þá myndur kannski bara vilja óskar og hefði bara, þú veist, lærbeinsbrotið þig og fengið þú allan af vorkunn, sko, frekar en bara allir að horfa á þig og þú ert ekki fyndin og bara, þú veist, með hatur í augum, skilur, sem náttúrulega martröð okkar allar sem grínstar. Já, en svo þá maður líka hugsa að, þú veist, hvað að versta því geti gæst, jú, maður á lélegt sett að hlæja ekki allir, þetta var ekki eins gott og það ekki orðið, þá bara hugsa, hvað getur maður bætt? Já, ég sammála því. Og vera líka tilbúin að meiðast eða tilbúin að þetta verði ekki ógeðslega fyndið. Pröfum þetta nýtt, kannski verði ekki rosa fyndið, en þá ég allan að læra í eitthvað. Já, en þú þarft samt svona ákveðið hugrekki eða fífldirfsku, sko, til þess að þora að gera. Það mjög margir sem að í rauninni þora ekki uppstanda af því að þeir þola ekki höfnunina. Jável þó getur gert betur næst, þá þolar ekki höfnunina sem að felst í því að hafa átt að vera fyndin og engum fannst þú fyndin, sko. Já, það Þú þarft svolítið að hafa þykkt skinn til þess að býta að þér þegar það gerist. Ég hef heyrt þetta oft, sko, fólk spyr mig, hvernig þorir þess, en fyrir mér þetta samt, fyrir mér hefur aldrei skipt rosa miklu máli hvað fólki finnst mig, sko, ég hef búin að segja svo marga heimskulega hluti í skólastofu gegnum tíðina, þú veist, það svolítið farið úr mér, sko. Þú ert bara búin að þjálfa þig með lífinu. Veist, og líka svo stundum því kjánalegri sem þú verður því fyndnari verður. Stundum þetta bara, stundum bara fyndið, þetta ógeðslega ófyndið og þú getur líka farið í þá átt og bara embracea því þetta sé ekki fyndið. Já, þér tekst það oft að gera eitthvað svona kjánaleg augnablik á sviðinu þar sem að það bara fyndið að hlæja að því og bara það rímar. Áhorfendur kunna meta það. Já. Dæmi kannski, kota sæla, ója æla. Þetta rímar bara, þetta er bara fyndin setning. Já, það getur verið fyndið mitt hvað þetta asnalegt að segja þetta. Já. Og bara einhver segir, býtu, hann að meina þetta er svo lélegur brandar en svo bara verður fyndið bara að þú hafis þorað að segja svona asnalegan brandar á sviði, skilur, og fólk hlær. Tala nú ekki að ég segi 3 í viðbót og 2 af þeim eru kota sælu líka og verri ef eitthvað þannig það er fyndið. Húmor náttúrulega líka eitthvað svona óáþreifanlegasti hlutur sem þú getur í rauninni fengist við. Af því að það svo óljóst hvað vel heppnað og hvað misheppnað. Af því að það eitthvað getur verið misheppnað og þessin það fyndið. Eða það fyndið af því að það var vel heppnað af því þú áttir að hafa, af því þú hafðir að viljandi misheppnað, þú veist, það svo... Já, þetta stór spurning því að svo ekki oft fólk sem segir mér lélega brandara og ég segi fólk þess að lélegu brandara eitthvað annan og segi þetta var nú lélegu brandar hjá honum. En ég kannski með alveg að lélegri brandara en veit að eru lélegir þess að einhvern veginn þetta rosa flókið, það mikið í þessu. Já, það svona viss mótsögn í húmor einmitt þetta að húmor þarf eiginlega helst að innihalda eitthvað sem ekki eins og það átt að vera. Húmor, eiginlega allt sem fyndið eitthvað svona frávik. Ef þú reynir að taka allt þannig að það sé eins og það á að vera. Við þekkjum svona mynstur úr lífinu, þú gerir eitthvað og þú hefur væntingar til þess að takist á einhvern hátt og ef það kannski mistekst þá getur það verið fyndið, eða þú segir eitthvað óviðeigandi þá getur það verið fyndið, eða þú kemur einhverjum á óvart getur það verið fyndið. Ef að maður gefur einhverjum grínsta verkefnið að semja brandar eða segja eitthvað fyndið það sem allt nákvæmlega eins og á að vera, þá það ekki hægt. Það þarf að vera frávik. Og þetta með hvenær eitthvað fyndið svo óljóst að til dæmis var ég að horfa á þátt með Ricky Gervais og ég vissi ekki hvað þáttur þetta og byrja að horfa á þáttinn. Sem frægastur fyrir Office þættina uppistandari. Já, nákvæmlega. Að þetta var eitthvað þáttur, ég vissi ekki þennan þátt, ég sá bara hann þátt og hann var með astanlega hárkollu og það var svona gervihlátur bakvið og það voru ömurlegi brandar og þetta var eitthvað svona sábópera og ég bara, djöfull þetta ógeðslega ófyndið, djöfull þetta misefna, djöfull þetta lélegur þátt, ég trúi ekki Ricky Gervais að leiki þessu. En það var þetta brandarinn. Já, býtu, svo sá maður að það var klippt frá þessu og hann var að horfa á sjálfan sig að leika þessu á skjánum. Þá í samhengi þáttarins, þá var hann misheppnaður grínleikari sem hafði lent í þessari ömurlegu sábóperu og svo klippt það sem hann var að horfa á sábóperuna sem hann var að leika í, alveg miður sín yfir hvað ferill hann sé að fara niður klósettið og hvað það sé hræðilegt og eitthvað og þá allt í einu var þetta alveg ógeðslega fyndið. Af því að þeir hefðu gert alveg fullkomna parodíu af lélegri sábóperu. En ég maður líka hefur séð svona anti-comedy sem fólk gerir gríni mitt af grínþáttum, þar sem fólk lappar inn og það bætt inn svona gerfihlátur yfir engu. Já, nákvæmlega. Svona, hvað segir þú gott? Ég segi allt fínt og það kemur hlátur. Og brandarinn bara, sjáðu hversu hræðilega ófyndið þetta er. Já, en hugsaðu bara að skipta samhengið. Ég held þetta væri þáttur sem ætti að vera fyndið, þetta verið að gera grínað hvað einhver þættir væri lélegir. Þá allt í einu verður þetta fyndið.
Þannig að þetta það sem að tala eitthvað fyndið af því að það átti að vera fyndið, eitthvað fyndið af því að það átti ekki að vera fyndið, eða það fyndið af því að einhver var að láta þig halda það ætti að vera fyndið en var mismunað, en gerði það viljandi? Já, það með þetta, sko, þó ég segi sjálf frá, ég svolítið góð, finnst mér svolítið góður í þessu. Það ég reyna þetta, lætur mér svolítið skína, geta sagt einhvern rosa slæman brandara, eins og þetta af hverju eðlan að borða heimsmetabók Guinness? Já, hugmynd. Hún græn metisæta? Svo lélegt. Svo lélegt. Ég hlæ og kvelst á sama tíma. Já, en mér finnst rosa fyndið að sjá viðbrögðin hjá fólkinu sem komin til að sjá venjulegt uppistand. Og það sér mig á sinu og sér mig segja þetta. Og bara hvað í gangi? Já, það fyndið. Já. Það nefnilega svo margt sem allt getur kýtla mann, allt fyndið. Já. En stundum það bara sko að fólk fyrir að hugsa að eitthvað hafi pælt í þessu nóg til að láta mann fara að hlæja. Já, hvernig datt í huga að semja þetta? Og þegar kemur maður upp á svið eins og Greipur sem ekki með einn kotasælu brandara, heldur 3. Já. Þú veist, þegar bara hann búinn að segja þegar fyrsti var fáránlega þegar hann segir einn kannski og hann fær ekki hlátur og segja kemur hann, by the way, það eru 2 aðrir kotasælu brandarar eftir, þá kemur hlátur. Já, ég veit það. Þetta get ég ekki. Þetta eitthvað sem ég geti aldrei sagt ófinna brandara þannig að verði fyndið. En síðan líka það myndi bara vera lélegir ef ég segi það. Annað sem ég langaði líka að segja, stundum þetta ekki einu sinni upp á orðin í brandaranum. Stundum þetta bara upp á einhvern ryþma og einhverja trú og bara svona virkilega trúa því að þetta sé fyndið og bara svona segja þetta og býða bara, þið eru að fara að hlæja þessu. Þú getur ákveða stundum svolítið. Þetta ekki alltaf bara upp á orðin. Það er líka gaman. Þetta er flókið. Það gerist eitthvað þegar svona margir að horfa allir á sama staði, þá kemur ykkur skrítin ork í herbyggið og fólk, ef einn hlær þá hláturinn smitandi bara út af líffræðinni sem við erum komin úr og þú veist, það hjálpar líka og þetta og þeir hafi tekist að láta fólk hlæja brandara sem vildi ekki hlæjað. Það svona ákveðið afrek, þú ert í rauninni búin að svona, hvað maður að segja, þú 1, þeir 0. En talandi brandara, ég held ná aðal ástæðan fyrir að ég sé hérna, ég ekkert sérstaklega góður í að tala. Bjarni til dæmis miklu mál betri en ég, þótt hann sé uppalinn í Svíþjóð. Ég ekkert sérstaklega góður í að tjá mig og ég ekkert með neinar sérstakar skoðanir eða merkilegar skoðanir en það sem ég hef verið brandarar. Já, en þetta nefnilega fólk heldur ofta að þetta sé allt það sama, að kannski tala í útvarpi og vera skemmtilegur í vinahóp og vera skemmtilegur á sviði. En þetta ekkert, þetta tengist þetta á einhvern hátt, en þetta ekki sami hluturinn. Maður hefur oft séð einhvern sem alveg frábær skemmtikraftur og hann ekki skemmtilegur í viðtali og öfugt. Eða einhver frábærlega skemmtilegur í vinahóp en hann myndi aldrei geta verið með uppstand. Það var nú eins gott að brandararnir sem ég að fara að segja séu góðir. Ég fekk Snapchat mitt í Greipur 1. Ég fekk Snapchat-vinni mína til að ég sýndi þeim alla nýju brandarana mína og ég bað það að hjálpa mér að velja hvað ég myndi segja hér. Enginn svaraði. Svo ég valdi bara sjálfur. Og þú ert örugglega ekki að fara að fá neitt hlátur af því að áhorfendur get ekki hlegið inn í beina útsendingu. Já, það bara, við sjáum til með það. Nema ég hlæja hvað þetta pínlegt. Má ég segja það nokkra? Já. Herðu, kveldu mig. Blandan mín og blandan þín, gamalt fólk og appelsín. What? Gamalt. Já, ég veit að gamalt fólk gamalt. Ég náði ekki. Nei. Það er ræðilegt. Halda fram með dráður. Af hverju þola risar ekki fótbolta? Ekki hugmynd. Því það er nelt í slána. Þetta var reyndar merkilega gott. Já, ekki? Já, jú. Herðu, hver er uppáhalds útvarpsstöð húsasmiðsins? Útvarpssaga? Já, þarna. Já. Dvergur í bákfimi, þessi er bara stuttur og hnitmiðaður. Ok, já, ég náðu húnum. 3 í viðbót hérna, viltu þessi byrjaður? Af hverju er Sola Styrða í bumbubolta? Ég veit ekki. Sola Styrða? Greipur. Hvað er það versta við að bjóða uppistandara á þorrablót? Hann stendur á sviðinu. Já, ég var búin að heyra þannig neitt. Þessi nýr hérna, ég var stoltur af þessu, myndi síðast. Ég ætla ekki að trufla, ég ætla bara rétt að leyfa fólkin að vita hvernig ég virka, hvað ég snýst um. Já, þetta er fascinerandi. Það er eiginlega engin annar grínist eins og þú sem er með efni sem er eins og þitt. Úr hvernig tré er gosi? Ég veit ekki. Lifna við. Já, þetta
Þú ert svo steiktur að maður, sko ég skammast mín fyrir að hlæja þessu en ég hlæ. Þessi síðast nú góður. Já, hann var nokkuð já, ég líka að hugsa svona hvernig dattir þetta í hug? Af því ég hef oft heyrt orðagrín en þetta svona eitthvað sem mér myndi aldrei detta í hug. Ég get alveg gert orðagrín, sko, en svona útúrsnúninga, en ekki eitthvað lifna við, eitthvað mér dytti í hug. Nei, upprunalega útgáfan af þessum brandara var líka mun verri. Ok. Hún var alveg hrikaleg, sko. Það var eitthvað, fyrst skrifa maður bara eitthvað Akkur seldi pabbi dúkkunar, trédúkkunar eitthvað af því að hún var svo eitthvað. Og þetta var ekkert fyndið, en svo kannski þetta meltandi að í nokkra daga og þú bara kíkir á þetta og, víst, og einhvern tímann þetta þetta í hausinu, menn heldur áfram að jöða sér í þessu bara. Já, ég náttúrulega sem uppstandari sem á alltaf hátt, ég reyni yfirleitt að finna, þú veist, ekki annarkvort sögur af einhverjum sem kom fyrir mig eða pælingar hvernig hlutinir virka í heiminu. Já. Af hverju, það oft kallað observational comedy, af hverju gerum við svona og svo býr maður oft til bull útskýringu sem maður veit ekki sönn, þú veist, þetta kannski af því að þetta og þetta. Já. Og svo stundum bendir maður kannski á fáránleikann í einhverju og eitthvað þannig. En gríni mitt náttúrulega yfirleitt ekki svona mjög, hvað maður að segja, það yfirleitt frekar ílkvitið, ég einhvern veginn með svona mikið kvikindi í mér, ég svolítið tröll. Það þarf alltaf að vera fórnarlamb oft, sko. Já, ég því miður á bara mjög örðt með að semja svona eins og bara Ari Eldjárn eða eitthvað bara svona grín sem að allir geta svona góðlega að hleyða, það þarf eiginlega helst að vera ílkvitið hjá mér, ég er svona púki. Já, en það náttúrulega líka, það er til svo, þú veist að þetta eitthvað huglægt, þú getur farið í allar áttir, þú getur farið í svo margar áttir og stundum þarf ekki svona orð til að fá fólk til að hlæja, bara þögn eða eitthvað, þú veist, þetta Já, það er eins og þú segir, sko, að brandari þegar hann skrifaði niður á blað náttúrulega bara lítill partur af brandaranum eins og þegar hann á sviði, það fer eftir hvernig hann sagður, hver segir hann, hvernig rödd notari þegar þú segir hann, hvernig látbragð notari, þetta náttúrulega, þú getur ekki endilega dæmt uppstand ef þú sérð bara nóturnar frá grínistanum, hvað hann búinn að skrifa niður. Nei. Þú spyrjum mig stundum, ertu ekki trættur að eitthvað steli þessum, ef eitthvað þetta að blaða eitthvað staðar? Nei, ég get ekki tekið þína brandara og gert að finna af því að ég þú veist, get ekki sagt svona brandara, það er ekki ég. Nei, það er mér það, sko, stundum undir fólki ekki eins og þetta í hug, þetta er stundum svo vandræðalegt, bara óþægilegt fyrir sjálf með að lesa þetta, því þetta er svo hrikalega, ég get farið svo langa leiðir til að fá pönnið eða til að fá orðagrínið í gegn. Já, svo langsóttan brandara að þú ert alveg lengi að þylja upp eitthvað og svo er allir bara, hvert er hann að fara með þetta og svo kemur eitthvað í endan og þú jafnvel sjálfur fyrir að hlæja því hvað þetta er lélegt af því þú veist þetta er lélegt og það er brandari kannski. Já, oft. En já, Það greipur líka oft með svona pælingar sem minnir maður á sakleysi bars nema bars sem með svona 180 í Grindavíkurstölu. Já. Og það svona pælingar hans einmitt eins og líka alltaf orðagrín eins og kommót og drekin risa eðla eða eðla. Já, hann skemmtilegur. Mér er skemmtilega að segja þennan á ensku og byrja ég að segja sko is the Komodo dragon a dinosaur or a lizard? Svo svarar ykkur og ég segi ég veit það ekki, bara fyndnar að segja það á íslensku. Komodo dragon risa eðla og þetta er erfitt að benda á af hverju þetta fyndið, þetta er bara fyndið. Ef þetta er inn í rétt flæði þá er þetta fyndið. Ef þú sér þetta skrifa á blaði eitthvað þá sér bara hvað bull er þetta eitthvað. Og líka maður segir þetta bara eins og sérst að fara að fá þig til að hlæja, þú ert bara búin að ákveða að segja þetta. Það munar miklu í staðin fyrir að vera eitthvað svona það kannski að segja þetta er Komodo dragon og fólk sér stress, það finnur fyrir stressi, það finnur fyrir öllu litlu, þetta er fólkið er gáðar að það heldur varandi þetta sko. Það er oft, ef ég er smá stressaður eða eitthvað svona, eða ekki alveg viss hvað ég er að fara að segja þá verðist fólkið bara svona skynjað bara á okkur svona með okkur svona eðli sem við þekkjum ekki nákvæmlega vel. Já, það er alveg merkilegt hvernig fólk eins og þú veist hundar eiga að finna lyktina af svitanum eða finna lyktina af hræðslu og það er svolítið eins með áhorfendur að ef að þú veist, þú trúir ekki á sjálfan þig ef þú ert ekki einlægur, ef þú ert ekki í alvöru þá fattar fólk það og þá kaupir það ekki að þetta sért þú, þá svona vill það ekki horfa á uppstandið og þetta er oft svona sem er litlu sem maður má muna með hvort manni líður vel eða illa á sviðinu að stundum þú veist skilur ekki bara hvað klikkaði hérna, þú veist ég allt sama þú veist sagði þetta með þessum áherslum en þá varstu bara aðeins svona aðeins pirringur í þér eða aðeins svona einhver stressir eða hræðsla eða eitthvað sem léti þig ekki vera með útgeislun og þá fellur uppstandi bara kylli flatt. Það er alveg merkilegt sko, svo myndi maður náttúrulega sjá þetta ef maður horfir á upptöku af þessu sjálfur bara, þú veist, hvað munurinn er stór. Já,
það er ekki alltaf auðvelt að skynja þetta sjálfur þegar maður fyrir á svið. Ég held að það sé líka rosa létt bara fyrir fólk að átta sig á þegar maður er búinn að fara á sviðinu, þá kemur það svona, ég hef þetta að gera þetta svona, akkur gerir þetta ekki svona. En þeir hlusta á Flæskeri útvarpið sögu, Jóhann mættur í náttúr, ég var nokkið með í byrjun, en þegar komið auglýsingu hjá okkur núna, Rökkur Vísleson og Jóhann Kristjánsson og Greipur Hjartarson og Bjarni Gautur, hann er hérna með okkur líka. Ég fann að þekka hann kom hérna aðalega held ég að þeim fekk ekki óskalagið sitt spila síðast. Já, hann ætlar að heimta og spilir það núna, það er eitthvað ítalst diskólag, skils mér. Já, ég skal bara finna það át. Já. Við spilum það hér á eftir. Það var Bjarni Gautur sem valdi þetta. Já. Lagið Shadley. Hvaða vitleysa var þetta, Bjarni? Þetta er bara classic Italo disco eftir hljómsveitina Pepe. Þetta hljómaði pínu eins og Modern Talking sem frá Þýskalandi, svona hljómurinn í þessu. Örugglega annarkvort hópurinn hefur inspirað þinn. Já. En við vorum að tala uppstand, við erum með Greip Hjaltarsson hérna hjá okkur. Bjarni er bara aðskota dýr, hann er bara svo vanur að koma í þáttinn að hann getur ekki hætt. Spurning hvort hann verði í næsta þætti líka. Honum er ekki boðið, en við vitum aldrei. En við vorum að tala grín og uppstand og hvernig í rauninni, ef þú trúir ekki á sjálfan þig, þá trúir áhorfendahópurinn heldur ekki á þig og þú verður einhvern veginn að virka sem karakter. Þú getur ekki, verið með efni þar sem að þú ert svona kallarembu gaur en verið skjálfandi lill hræddur maður. Þá trúir enginn á þig. Já, ég sá einhvern tíma listi við hluti sem þú ætti að passa þá sem uppistandari og eitt af þeim lista var mitt, ef þú ætlar að tala hvað vart fátækur, ekki mæti jakkafötum. Nei. Því að leið og einhver sér, ég trúi þess ekki alveg, þá getur hann bara hætt að hlusta þig. Fólk er fljótt að hætta að hlusta. Þetta er bara að opna mikrofónu eða eitthvað svona. Ef þú ert ekki að borga þenn á sýningu, þá er fólkið auðvelt, það sér strax ég nenni ekki að hlusta á hann. Nei. Hann er að ljúga mér, ég treyst hann ekki. Ég meina, það er alveg rétt. Þú þarft að virka sem þinn karakter, hvað sem það er, og sumir geta leikið marga karaktera en þú verður að gera einn í einu. Já, ég hef til dæmis aldrei verið neitt góð með neina rattir eða neitt svoleið, sko. Ég hef ekki sérstaklega sviðs framkomu. Bjarni er nú búin að vera svolítið öskrandi. Jú, þú hefur það, þú ert náttúrulega mjög afgerandi karakter á sviði, sko. Já, en ég reynir samt, það er einhvern veginn bara, ég nema með reynslunni, ég veit stundum ef ég verð aðeins aulalegri hérna þá er þetta finnara. En ég er samt aldrei að vera karakter sem segir þennan brandar. Þú ert ekki að vera karakter. Reynslan íti mér í ákveðnar áttir með ákveðnar djóka, en þannig flokkið ekki beint sem karakter, en það er náttúrulega karakter. Þannig séð. Já, þú ert með sérstaklega sviðsframkomu en þú ert ekki að leika eitthvað allt annað en þú ert sem að sumir geta gert en það er ekkert allir sem vilja það. Þú kannski exaggerata þið svona aðeins sem ég veist alveg vera náttúrulega. Íkja aðeins undir bara náttúrulega hegðunni þínu sjálfur sem er bara það en þú sjálfur. En svo þessi hérna sko, ég var í 2 klukkutími í Íkja. Nei, ég er að Íkja. Já. En ég man hins vegar ár síðan þá fórst einu svona svið og gerði 9 mínútur að svo spara nota bein röddina og Dark Knight Rises. Já, það var nú bara, ég gerði það einu sinni af ástæðu. Það bara var Hvernig gerur hana? Getur þú gert hana? Getur þú gert hana og sagt brandara? Þetta var samtal milli Bane og Batman eitthvað að tala saman. Það var sko Bane, what's for dinner? Rice soup or a surprise? Og þetta er svo bjánar en þetta fór alveg djúpt sko, þetta fór djúpt í asnaleikan. Þeir héldu áfram að tala með einhverjum frískruna orðagríni þar til annað að fara að rappa. Þetta endaði einhvern veginn I didn't expect Ed's dead to be dead like the pun intended og þetta var endurinn, ég man ekki miðina en þetta, veist, og þá er þetta náttúrulega orðið fyndið að því þetta er orðið svo súrealíst og skrítið. Já, það er náttúrulega svo og var alltaf bara að fyndi líka Batman sé að tala hrísgrjónagraut. En það er oft í rauninni merkilegt með ef þú gerir góða eftirhermi, hvernig fólk fer oft bara að hlæja bara af því að þú nærið eftirherminu rétt. Það er ekki kannski, þú ert ekki kannski byrjar að segja neitt fyndið einu sinni. Ég passaði mig samt að æfa mig ekki á mikið með Bane eftirherminu því að Bane hljómaði eins og gömul kona hjá mér og það er náttúrulega bara ennþá fyndnara en að vera með þetta sé lélegt og með íslenska hreiminn minn. Þetta hljómaði ekki eins og Bane eins og ég man eftir húnum úr Batman. Nei, það var það líka bara fyndið, sko. Það eru allir geta gert Bane-röð, en að geta gert Bane-röð svona illa, þá er þetta bara fyndið. Það er nú ekki með brandarinn er ekki betur en það bullið sem ég var að láta út mér. Það er alveg smá húmor því að fara upp á svið, gera raddir og ekki ná að gera það rétt. Það er eins og ég segi, það er eiginlega hægt að gera húmor á endalaust marga mismunandi hætti.
ef þú bara hittir einhvern veginn á eitthvað rétt og það er rosalega erfitt eins og ef maður ætti að læra að vera grínisti, hvernig kennir einhverjum að vera grínista? Þú getur eiginlega ekki af því að þú veist, ég get ekki kennt af einhverjum að vera grínsti eins og ég ef hann ekki eins og ég. Bara lead by example, að ég alltaf að tala ensku, bara leiða með fordæmið, þú veist, þannig hugsa ég þetta, ég bara dýfi mér inn í þetta og skrifa eins mikið að bullu ég get og margir skrifa bara fleiri brandara, fyndnar setningar og tek svo úr það sem virkar, breyti því sem get breytt og skil hitt eftir En þú ert alltaf að vinna, það ekki? Þú ert alltaf með nótubók á kaffihúsum og svona eða, þú veist, þessi klísjar eða... Jú, það eru, ég skrifa rosa mikið af bröndurum, bara alveg rosalega mikið. Hvað áttu mikið af bókum sem eru fullar af bröndurum? Ég veit það ekki, en ég gæti örugglega sagt þér svona 500 brandara hérna. Ertu viss? Já, ég er alveg nokkuð viss. Ég myndi vera búin að hleypa í burtu held ég á brandarinn með 10. Já, og það er náttúrulega, ég myndi aldrei senda þá, ég myndi aldrei, kannski er ég íkja, ég held að sé alveg rétt hjá þér en svo er líka hvað flokkast undir brandara Kota sæla sem ég sagði áðan hana, það er ekki brandari. Þetta flokkast ekki undir brandara. Nei, það er líka, fólk miskilur það stundum. Ég hef brent mig á því að einhvern mann vorum við að skemmta í Keflavík og barþjónninn sagði, má ég fara á svið og segja 5 stutta brandara og hann sagði 5 óralangar sögur og ég bara býtu, hvenær var brandari, þú veist, einhver tíminn reynslusaga. Þið eru ekki af því að hafa sama skilning á brandara og þú, en þú veist, nei, brandari er eitthvað sem að þú byrjar að setja eitthvað upp og svo kemur, þú veist, línan sem er fyndin og fólk hlær. Já. Ég kýldi önd í pungin innan gæsalappa. Já, nákvæmlega. Þetta er brandari. Innan gæsalappa er pönsleini. Já. Eitthvað finnst kannski skrítið að frostpinnasalinn sé klættur upp eins og sjáaspendýr, en hann selur. Já. Þetta er brandari. Ég skammast mér svo mikið fyrir að vera að hlæja í beinu útsendingu að svo er lélegum bröndurum. Þú ert bara niðurlægjan. Þetta er ekki lélegt, þetta er stilt. Gæsalappa brandarinn er frábær. Hvað hérna? Ef að fela líkin í þessum bláu gámum eða bara í einum grænum. Já, hann er góður. Já, það séði þetta er líka þóttið fyndið. Ég er svona pínu svona. Já, ég náði að verjast hlátri núna, sko. Já, það er alltaf lega. En svo núna, að segja þennan brandara, hann virkar ekki. Nú er ég búin að læra það. Að þessi brandara og eftir þessum virkar ekki sérstaklega vel. Og mér finnst líka rosa fyndið, þögnin. Ég segi brandara, þið hlægið. Ég segi annar brandara, það kemur þögn. Í 4 sekundur í njúðarpinu. Það er fyndið. Það getur verið fyndið í rauninni að búa til pínleikheit og húmor í dag er farin á svolítið mikið snúast það oft eins og með þarna þættina Klán, dönsku, The Office. Þetta er svona húmor sem gengur út á að búa til pínleikheit og fóstbræður gerir þetta stundum í gamla daga. Þetta byrjaði þetta með Andy Kaufman 79. Þessin ert þú hérna, Bjarni, þessin er hann hérna. Hann veit allt svona. Pínleikheita húmorinn er oft þannig að hann er fyndin eftir á, hann er svo eftirbragð að þú kvelst bara með hann og svo þegar þú fyrir að hugsa þetta tilbaka svona í fortíðinu, þá allt í henni er úrslega fyndið hvað eitthvað var pínlegt. Já, eins og þetta hjá mér áðan. Já. En þú verður svolítið að hafa svolítið svona hugrekki til þess að þola einmitt þessar 7 pínlegu sekundur til þess að fá í rauninni húmórin við hvað þetta var pínlegt eftir á. Já, en svo hef ég líka komist að því að pínlegi er oft hlær fólk. Ef ég segi eitthvað svona brandara klukkan hvað mætir huldufólk til vinnu 9:30, þá hlæra það kannski, en ef ykkur segir eitthvað sem er óþægilegt, virkilega óþægilegt, þá hlær fólk svolítið mikið. Ég hef komist að því svolítið, því vandræðilegra sem þetta er óþægilegra, því meira hlær fólkið. Það er nú ekki að fara að gera hlustendur það að fara að tala um ykkur að titlinga hérna eitthvað svona, en það getur oft verið, því vandræðilegra sem þetta er, það er svona virkilega, þú vilt náttúrulega sem uppistandari fá svona háan hlátur, svona mikinn hlátur svona, og það vandræðilega og óþægilega er oft gott. En sko hlátur er losun á spennu. Húmor virkar í rauninni þannig að hann býr til spennu í þér af því að húmor setur upp eitthvað sem er eins og það á ekki að vera. Það er mótsögn, það er orðagrín er eitthvað sem að þú veist bregður út úr forminu sem úrstu vanur. Pínleikheita grín, þú veist, út af forminu, þú segir sögum þegar eitthvað pínleikt kom fyrir þig, þú snýð út úr. Þetta er allt eitthvað sem að skapar eitthvað spennu í heilum þegar hlutir er ekki eins og eiga að vera og hláturinn er losun spennu. Það er einhvern frábær saga sem Greipur sagði og þannig sagði mig söguna hélt ég veist hann hefði gerst í alvörinu en svo var það pínlega og raunverulega hún fór í mig sem var það að þú varst að keyra í bíl og þú keyrðir yfir önd Þið var að
labbi yfir göttuna með alla andarungana sína í röð og eftir sér og mér leið svo illa að ég fór út og smalaði öllum andarungunum saman í pappakassa og tók það á hálslið svo þeir myndi ekki þjást. Hvað er þetta? Gerðir þetta í alveg? Þetta brandari. En brandari... Ég held að það gerði í alveg. Maður heldur þetta, maður vill heyra eitthvað gott gerist, það gerist eitthvað hræðilegt. Brandarinn það svo satt að ef þú meiðir öndina þá snýr það núr hálslið og hún mun ekki þjást. Þú heldur líka smá stund að hann svo góð manneskja, hann að fara að smala henn saman og fara að ala upp alltaf þessa barnunga. Og með pönslanni kemur já, auðvitað ekki að fara að gera það. Ég vissi ekki hverju átti vona. Ég held þú verið að segja að þetta gerst í alvörunni. Nei, ég orðinn góður í að ljúga þessari sögu. En það þeir tölum með svona pínlegheit í húmor og svoleiðis að þú veist, maður vill náttúrulega að uppstand gangi vel eða hvað sem þú fara að gera og koma fram fyrir fólk. En langbestu sögurnar sem maður hefur að segja frá uppstandi þegar uppstandin gengur hræðilega. Það er lók finnast að segja frá því. Það er ekki rosa fyndið að segja, þú veist, ég fór í þetta bæjarfélag og ég skemmti og allir hlóru og svolítið mikið. Það er bara það er ekkit gaman að heyra það. Það er hins vegar mjög gaman að heyra þegar þú sagðir óviðandi brandara og var snátt hent út og eitthvað svoleiðis. Í flestum tilvikum það oft frekar fyndið og ég mæli ekki með að reyna það að þá koma þær sögur yfirleitt svona annarslega af sjálfu sér og það eru yfirleitt bestu sögurnar. Ég er bara sammála því. En hefurðu lent í eitthvað svona sérstaklega sem stóð upp úr sem var svona vandræðalegt í uppstandinu eða? Sko, ég það heppinn núna, ég búin að gera þetta í 3 ár en ég kom með alveg slatt af bröndurum sem virki einhvern veginn alltaf. Ég kom með hundlega þessum sjálfur en ég get sagt þetta og fólk mun hlæja, þannig ef þetta fer út á brautinni, þú veist, ef ég eitthvað I'd rather face my stepmom than step on my mom's face. Ég veit þetta virkar, en ég get alltaf redda mér út með einhverju svona. Svegir inn á þetta. En það er oft sem ég er hundfúll út í sjálfum ef þetta er ekki nú að fyndi eða eitthvað og þú veist, það er oft sem ég á að geta gert miklu betur og það er oft sem að kemur svo er líka náttúrulega annar vingill á sem að segir eitthvað ljótt og fólk heldur að maður sé ljótt manneskja út af því. En ég er náttúrulega bara leitandi að orðunum stundum gleymir leitandi að jókum í orðunum, ég bara leika mér með orðin og púsla þeim saman til að setja finnasetningu á súralískan hátt eða hvernig hátt sem er. Stundum gleymir fólk að þú ert uppistandari á sviði og heldur bara oh my god, þessi maður trúir þessu sem hann er að segja. En þá ertu líka búin að svolítið spila þitt hlutverk vel ef að fólk trúir því í alvörunni. Ég er ekki að mæla með því að fólk fari í uppstand til þess að vera einhverju pólitíkusar sem predika bara sína pólitísku skoðanir, það er ekkert fyndið við það, sko. Það er kallað að vera hakk, þú veist. En já, ef þú lætur fólk trúa því að þú sért að meina það, þá ertu kannski einmitt búin að leika hlutverki mjög vel. Maður er að sé fólk sem brenna svo á því að kannski maður fer upp á svið og maður ætla svona, ég ætla að gera grín af kynþáttafordómum. Það heldur þú sért rassisti sjálfur. Bara, fólk ákveður ekki að hlæja vegna þess að þetta var allir fordómalegt. En það ekki að brandaran er einmitt. Ég hef lent í nákvæmlega þessu. Ég fór að skemmta Sjálfstæðisflokknum og ég var með svona í rauninni háð að Sjálfstæðisflokknum væri svona sértrúarsöfnuður fyrir Davíð Oddsson, eða svolítið síðan það var. Sem ég fyndi vegna það ránkvæmið sem andstæðingarnir hafa á flokknum. Ég var nú að reyndar að gera þetta til þess að svo ég var nú reyndar ekki að meina það, ég var að gera þetta til að stríða þeim. En þau klöppuðu fyrir þessu eins og ég væri að predika hvað Davíð verið frábær og meinti það. Og ég var bara, nei, býtu, eru þið bara sértrúarsöfnuður sem dýrka Davíð, hvað er ég að gera? Og svo er þau bara, þú veist, bróðir Rökkvi, þú veist, komið góða ræðu ágæti Davíðs vor, þú veist, og ég hugsaði bara, nei, hvað er ég að gera? Þetta er hræðilegt og mér leiðislega illa. En það er fyndið eftir á. Það er fyndið eftir á nefnilega. Það er einmitt saga sem þú getur síðan sagt aftur. Þau voru bara að klappa svona eins og ég var bara að halda ræðu eitthvað bara, við munum sigra kosningarnar, já! Og ég hef líka lent í fólki sem að bara, einmitt, gat ekki fatt að eitthvað verið grín. Að ég var í Keflavík og tveir einhverju rónar svona fastagestir setast og byrja að horfa á þetta og ég er eitthvað að gera grín af fótbolta og þeir verða alveg geðveikt reiðir og bara, ertu ekki að grínast? Og ég segi, jú, og bendi á skiltið sem stendur á Comedy klúbburinn og þeir eitthvað aftur, ertu ekki að grínast þarna? Og ég bara, jú, og bendi aftur á skiltið, ég bara svona, ok, hversu, þú veist, tregur getur verið? Ég vissi ekki hverju meiri ég átt að svara. Já, það er svolítið fyndið, ég finnst það fyndið. En þeir gátt ekki læg með mig fyrir að vera alltaf fullir, ég er bara hlaupið í burtu. Þú ert að grínast, það er punktið með þessu, þú ert að, Já, en það var eiginlega pínu fyndið hvað þeir gáttu ekki skilja, jafnvel þó þeir fengju svari beint. En þátturinn, flæðiskýrið, hann er að verða búinn. Einn brandar í lokin. Einn brandar í lokin. Hvað er forsetafrúin að elda í kvöldmatinn? Hvað ætla forsetafrúin að elda í kvöldmatinn? Forsetabuff.
Grænmetisbuff. Buff átti bara svarað að vera. Já, ok. Þessi skemmtist nú bara. Rökkvi. Ég gætt gískað eitt brandara hjá þér. Já, það er allt í lagi. Það er rosa gaman þegar maður nær líka að gíska rétt. Já. Einmitt. En Greipur Hjaltason. Já. Takk hjálpa fyrir komuna og Bjarni Gautur. Já, ég er bara þakkláttur fyrir að fá að koma. Ég held ég hef komið ágætlega út af þessu. Ég leið svolítið eins og Montana þarna í miðjunni þegar ég er með 500 brandara. Ég er með 5 háskólagráður og 500 brandara. Já, en ég vona að ykkur hafi hlegið af ykkurum brandarunum mínum og takk fyrir að hlusta. Takk fyrir. Rökkvi Kristinsson og Jón Kristinsson, þakka fyrir síðan í dag. Ég var þetta mjög lítið með þettinum í dag en Rökkvi sá alveg þetta. Takk fyrir það, Rökkvi minn. Við heyrumst næsta vikudag. Verið sæl.